Og norður fyrir heiðar, daginn fyrir keppnina á föstudaginn var alhvít jörð í Gryfjunum þar sem að keppnin fór fram. Þetta er Greifatorfaran fyrsta torfæra ársins. Búin að vera þarna á sama stað í mörg ár og sennilega aldrei verið kaldar en einmitt núna. Hér er Gísli G. Jónsson, Íslandsmeistari frá árinu 1993, að fara í fyrstu þraut og fyrstu tvær þrautir í þessari keppni voru tiltölulega auðveldar. Hún fær 290 stig. Keppendur í torfærinu á Akureyri eru greinilega mættir til leiks ákveðnir í því að hreppa Íslandsmeistaratitilinn. Því segja má að 6 til 8 bílar séu þannig úr garði gerðir núna að þeir eigi góða möguleika á titlinum. Haraldur Pétursson á kjörusbílnum var að ljúka fyrstu þraut og hér er Íslandsmeistarinn frá í fyrra Einar Gunnlaugsson á Nordic drekanum, kominn með mun öflugri hreyfil í þennan bíl, mótor. Og hann tekur svo sannarlega á bílinn hjá honum núna. Hann fær 300 stig. Og Helgi Sjökk á Frissa Friska. Hann er kominn með mun öflugri bíl heldur en á síðastliðnu ári. Búinn að rífa þennan bíl í tætlur í vetur og raða honum saman aftur, leita að brotalömmum. Honum gekk vel í fyrstu þraut en það bilaði hins vegar hjá honum í annarri þraut. Bilaði hjá honum kveikibúnaður. Hann skipti alla mögulega hluti áður en að honum hugkvæmdist að skipta sjálfa kveikjuna og misti þar að leiðandi af annarri þraut ætla ég nú að segja. Hér er svo kominn Gunnar Egilsson, Gunnar Svali Egilsson á Svalabifreiðinni. Þetta er áður heimasæta Árna Kópssonar og hann fær 300 stig. Og Þórir Sjött, tannlæknirinn frá Egilsstöðum á GMI jaxlinum hér, búinn að hækka þjöppuna í mótornum sem á að gefa honum meiri kraft, en hann gengur hins vegar nær vélinni með þessum aðgerðum. Hann hefur hins vegar sleppt nitróbúnaði sem hann var með á bílnum og telur að bílinn gefi núna 800 hestöfl sem svara strax leið og stigið er á bensíngjöfina og minni hætta á bílun sögum þess að nitróbúnaðurinn er ekki lengur til staðar. Og Íslandsmeistarinn úr götubílaflokki Ragnar Skúlason keppir í sumar á Þór frá Svíþjóð og hann fekk hérna 250 stig úr fyrstu þraut. Það var að þraut nr. 2. Gísli G. fær 300 stig, komið 590 af 600 mögulegum. Haraldur Pétursson á kjörusbílnum fór mjög greitt í allar þrautir og óhikað og uppskar eins og sáð var. 300 stig í þraut nr. 2 og það sama gildir norðanmanninn sem hefur sigrað 4 síðastliðin ár í þessari fyrstu umferð. Hann fær 300 stig og skipstjórinn af Suðurlandinu Gunnar Svali Egilsson, hann fær líka 300 stig og það var Þórir Sjött, 300 úr fyrstu þraut, 290 úr annar þraut og 590 alls. Og þá var það Benedikt Eiríksson á Gevalia kaffibílnum. Hann kemst ekki hér alla leið upp og verður að fara og fá sér bara kaffisopa held ég. Eins og sjá má líta bílarnir einstaklega vel út hér í upphæfi keppnistíðarbils. Það var Gísli G. Sigurðsson á kjúklingnum að vanda. Hann fekk aðeins 50 stig í fyrstu þraut en fær 300 hér í þessari þraut og staðan eftir 2 umferðir. Gunnar Egilsson, Haraldur Pétursson og Einar Gunnlaugsson með 600 stig. Þórir Sjött og Gísli G. Jónsson 10 stigum þar á eftir. Keppnin er jöfn og spennandi og verður það áfram. Þriðja þraut og þá fór að vandast málið. Hún endar í þverhnípi sem að keppendur töldu fyrirfram að væri ókleift og við skulum nú sjá hvað gerist hér. Gísli byrjar hér, fer yfir 2 hóla sem að menn verða að fara á hraða yfir, annars eiga á hættu að sitja fastir. Læðir hér öðru afturhjólinu upp í gegnum endaliðið, fellir hins vegar dekk og honum er refsað harkalega. Hann fær aðeins 210 stig hér í þriðju þraut. Má segja hann sé í 280 stiga markinu, 290 stigum hér með hjólinn, hvað var þar hæð í brekkunni, en hann fer aðeins með 1 hjól þarna í gegn og tapar 60 stigum. Það má segja hann hafi farið með 2 hjól í gegnum hliðið, tapar 60 stigum. Þetta var mjög dýrt hjá honum að fara svona hátt. Þá var það Haraldur Pétursson. Hann fær 180 stig. Það er spurning
hvort að refsingar ekki of miklar í endamarki. Reglum hefur verið breytt þannig að ef að menn komast með allan bílinn í gegnum endahliðið þá helmingast öll sú refsing sem að þeir hafa fengið í viðkomandi braut. Það er að segja, hafið þeir sleppt úr eða rétt laumast í gegnum hlið fyrr í brautinu og tapa þar 100 stigum og komast síðan í gegnum endahliðið, þá helmingast refsistigin þannig að þeir tapa bara 50 stigum. Hins vegar er svo hætta fyrir hendi að menn reyni að fara í gegnum endahliðið, komist ekki og fái aukalega refsingu fyrir það. Hér fær Gunnar Egilsson 200 stig og brýtur hér búnað sem heldur fram hásingu fastri, en hann hefur hins vegar gott þjónustulið og náði að gera við fyrir næstu braut. Tilgangur með reglubreytingunum var að fá menn til þess að reyna við endahliðið, reyna að komast alla leið, en það getur verið tvíeggjað ef að menn hafa ekki árangur sem erfiði. Benedikt Eiríksson á Gevalia, hann fær hér 220 stig og þið sjáu það, hann fær mun fleiri stig heldur en Gísli G. Jónsson miðað við þá lengd sem hann, eða þá hæð sem hann fór hér í þrautinni, en Gísli felldi hins vegar dekkin í endahliðinu og hér fær Gísli G. Jónsson, Gísli G. Sigurðsson ætla ég nú að segja, 210 stig, eins og nafni hans brendi, og Jón Gesson var ekki í vandræðum með þetta, en skildi þó eftir eitt hjól. Og hér er staðan eftir 3 þrautir, Gunnar Egilsson og Gísli G. Jónsson með jafnir með 800 stig, Haraldur Pétursson og Einar Gunnlaugsson með 780 og Þóri Sjökk í 5. sæti með 750 stig. Það munar 50 stigum að 1. og 5. sæti. 3 þrautir eftir, þar að 2 tímaþrautir. Það var það Nordec-drekinn í höndum Einars. Þeir áttu að fara hér yfir þennan drullupitt en sáu sér leik á borði og sneddu fram hjá honum eftir að búið var að keyra fyrri þrautirnar. Sjá þetta, Einar lendir hér í frákasti að framann og nær ekki bakkirnum, fær þó 280 stig. Hann fer hátt í brekkunni. Sjá það, afturhjólinn eiga kannski meter eftir upp á brúnna og fyrir bragði fær hann 280 stig. Snertir hvergi dekk og þar af leiðandi engin refsing. Önnur svo að hann beyglar bílinn. Hann er þó með búnað fremst á honum til þess að verja viðkvæmum búnað sem þarna er undir, og þegar bílar liggja svona á hvolfi þá getur það haft þessar afleiðingar. Það lekur bensín og olía út göt á vélni á ofanverðu, en það fór betur en áhorfist hér. Þá er Helgi Sjö og hann lendir nákvæmlega í því sama. Það er 260 stig, komst jafn hátt eins og Einar Gunnlaugsson, en hefur sennilega verið búinn að fella dekk áður og fær því aðeins 260 stig. Það var Gunnar Egilsson, sjá hvort að hann er nógu svalur til þess að fara hér í þessa brekku. Eitthvað ragur eftir að 2 eru búin að fara og fara aftur fyrir sig. Aðeins að ragur fannst að vera það sem Einar og Helgi veltu. Mér fannst þetta að vera dálítið slæmt þegar ég sá það niðri. Svo þegar ég kom að því og fór uppi og þegar ég var búinn að keyra uppi og stálið og þá bölvaði maður og sagði, djöfull, hér átti að standa. En það er, ég held ég að það hafi verið svona, fannst það að vera svona einu mistökin sem mér fannst ég gera í dag. Og standa nú mikið. 1040 stig er hann komið með, 240 stig fekk hann þarna, rátt fyrir að fara eftir lengra og það var að fara sér. Hann ákveður að taka þetta hraðanum, fær þó ekki nema 230 stig þó hann fari upp, og vegna þess að hann fellir dekkið í endahliðinu og fær tiltölulega þungarefsingu, 60 stig sem hann tapar fyrir þetta. Sjá þetta, 280 stig, bara fara nett í þetta og vera ekkert að æsa sig upp á brúnina. Það var Benedikt Eiríksson og hér er komið nýliðin Ásgeir Jamin Allansson á fyrirverandi skutlunni. Reyndar er þetta skutlan enn þann dag í dag. Hann fekk 180 stig og komið 500 stig eftir 4 þrautir. Og Gísli G. Sigurðsson. Já. Áhorfendur vilja fá svolítið meiri átök eins og til dæmis þessi. Og hér var nú myndatökumaður okkar heppinn. Jón Gesson missir hér framhjól undan bílnum, búinn að missa bæði afturhjólin einu sinni undan. En hann fekk þó 210 stig og Ragnar Skúlason
fær 250 stig, vantaði örlítinn hraða og þá að sjá hvað Gísli G. Jónsson gerir. Já, hann tekur þetta á hraðanum, bíllinn ekki of mjúkur að framann og ekki of stífur, fer alla leið, fær 280 stig vegna þess að hann snertir dekki í endahliði. Það þýðir 20 stig í refsingu en það sem hann fyrir gegnum endahliði þá helmingast það. Hann endar keyrir yfir það, fær 40 stig í mínus en það helmingast niður í 20 og hann fær því 280 stig. Eða jafnmörg stig og aðrir keppendur eins og Einar Gunnlaugsson þráttur að þeir hafi ekki farið alla leið upp og hér kemur Haraldur Pétursson, fer alla leið, snertir dekki í endahliði, tapar 20 stigum sem að helmingast af því hann fyrir gegnum hliðið. Ef hann hefði ekki farið í gegnum það þá hefði hann fengið 20 stig í mínus. Og þá er það hér staðan eftir 4 þrautir. Þetta er mjög jafnt og spennandi. Gísli G. Jónsson efstur með 1080, 10 stigum á undan Haraldi og 20 stigum á undan Einari Gunnlaugsssyni. Og þá er það Helgi Sjött. Hann misti af einni þraut vegna bilunar í kveikjabúnaði. 300 stig fuku þar út í buskan. Hér er hann í næst síðustu þrautinni í tímaþraut. Hann tekur á hér. Fær 220 stig, komið 960 alls og þá er það Gunnar Egilsson fyrir það að keyra yfir dekk í tímaþraut, sama hversu gróft það er, tapast aðeins 10 stig. Hér er það tíminn sem gildir fyrst og fremst en menn verða þó að gæta sín að vera ekki að fella dekkin á óþörfu. Gunnar ákveðinn og snöggur, vandar sig hér í öxlinni og fær 290 stig sem þýðir hann náði besta tímanum. Tók þó niður 1 dekk og tapaði 10 stigum. Gísli G. missir bílinn aðeins hér, fer yfir 2 dekk, ætla síðan að bæta sér það upp hér með heldur miklum látum. Missir bílinn yfir í annan gír og hann hættir að taka á, finnur síðan fyrsta gírinn og klórar sér upp á bakkan en tapar fullt af stigum. Fær þess 175 stig hér út af þessari þraut, þar sem hann átti alveg möguleika á 300 stigum eins og aðrir áður en hann lagði í þrautina. Hvað var að gerast hjá þér? Já, ég veit það ekki gott að segja, bara klaufaskapur kannski. Varstu að keyra hraðar heldur en hún réðst við? Já, áttu vont með að valda stýrinu á honum. Það er kannski, ég veit það ekki, þetta er náttúrulega hlykkjátt braut og hopp og skopp og kannski, já, ég er ekki gott að segja. Og þá er það Haraldur Pétursson, Gísli G. Jónsson hefur hrapað þar með úr fyrsta sætinu þegar aðeins ein þraut er eftir. En þetta er þó ekki útilokað. Sjá hvað Haraldur gerir, hann er búinn að aka mjög hratt hér í öllum þrautum í dag. Hann vandar sig hérna og krækir í 240 stig. Og Einar Gunnlaugsson er að súpa hér seiðið af veltunni. Hér er stýrið komið úr sambandi hjá honum og þar alveg ratar bifreiðin ekki rétta leið. Það er vökvastýri sem komið úr sambandi og nú dugar ekkert annað en handaflið. Stýrið er mjög þungt. Einar er reyndar mikill að börðum og ræður við þetta, taldi sem hún þó fá strengi eftir þessi átök. Það er hægt að stýra. Sjáu þetta, hann þarf að hafa fyrir því að snúa stýrinu. Og tapar tíma hér. Og hann fær ekki nema 135 stig og 1195 og þar með eru möguleikar á fyrsta sætinu hjá honum. Roknir út í veður og vind. Gunnar Egilsson er með forystuna, 20 stigum á undan Haraldi og heilum 30 + 45, 75 stigum á undan Gísla G. Jónsssyni. Sigurinn var nánast í höfn en þá gerist þetta og Svali stoppaði 30 metra frá endamarkinu. Og sennilega er Gunnari já, svolítið heitt þarna inni. Hvað var það sem að gerðist nákvæmlega? Það fór að byrja á því að fara stýrisreiminn af og þegar maður keyrir svona langa leiðir þá er sennilega fór slanga sjálfskiptingunni og dældi allir vökvanum út svo ég var að stoppa út af því. Annars hefði ég trúlega geta klára brautina þó að stýrisreiminn hefði farið. Maður getur aðeins stýrt þó að en ég var bara að stoppa út af því. Út af sjálfskiptingunni? Út af sjálfskiptingunni. Af hverju fer svona slanga af sjálfskiptingunni? Það er bara ekki verið nógu vel gengið frá því. Það er ósköp einfalt mál. Þannig að þessi slanga verður fest fyrir næstu tímabraut í næstu keppni? Alveg á hreinu. Hún verður örugglega fest og betur það. Besta tímanum í síðustu þrautinni náði Gísli G. Jónsson á kókomjólkinni.
Hann felldi eitt dekk en hann endaði hins vegar í öðru sæti, aðeins 15 stigum á undan þessum manni sem náði næstbesta tímanum, felldi 2 dekk. Ef hann fellt eitt í viðbót og Gísli ekkert og þá hefði náttúrulega niðurstaðan orðið önnur. Og Haraldur er búinn að taka forystinn í Íslandsmótinu sem verður spennandi í sumar. Til hamingju með sigurinn. Já, þakka þér. Það ánægður? Já, mjög ánægður. Það var glæsilega keyrt hjá þér í allan dag. Maður reyndi að gera sitt besta. Þú veist keyra svolítið öðru seldur en fyrra, koma miklu meiri hraða í allar brautir. Er þetta með vilja eða hefur þú bara svona gaman að þessu? Ég er þess vegna aðalega að mann hafi gaman að þessu. Gagnast hraðinn þér eitthvað svona í torfærinni? Já, mér finnst eins og í bröttum börðum og svona er betra að taka þau á hraða því að lendur hann frekar upp á. Þú keyrður bara almennt í gegnum alla brautir á miklu meiri hraða heldur en aðrir keppendur. Já, þetta er eitthvað, það var nú ekki ætlað að gera það svo leiðis en maður er kannski búinn að æsast eitthvað upp í vetur. Þetta er nýji stíllinn? Nýji stíllinn. Og hér sjáum við lokastöðun í fyrstu umferðinni. Önnur umferðin fer fram aðra helgina í júnímánuði og þá í Jósefsdal hér rétt fyrir ofan Reykjavík. Spennandi keppni þar, örugglega.